Heiðrún, þú veist að þú ert mjútuð. Ég vissi það ekki, frábært. Það gott að gera mistökin. Já, góðan daginn og verið velkomin á 12. og síðasta Hrafnaþingið okkar, núna í vetur. Ég heiti Heiðrún og sé Hrafnaþingið fyrir hönd Náttúrufræðistofnunar. Í dag fáum við heimsókn frá Böðvari Þórissyni, líffræðingi og verkefnastjóra hjá Rannsóknasetri Háskóla Íslands á Suðurlandi. Hann ætlar að flytja fyrir okkur erindið harðasti nagli norðursins í vanda. En hver annar það en snjótillingurinn? Böðvar segir okkur frá athugunum á varpstofni snjótillinga og ber það saman við eldri gögn Náttúrufræðistofnunar. En áður en ég sendi boltann yfir, þá langar mig að biðja fólkið hér á vefnum að skrifa spurningar og athugasemdir í Q&A eða spurt og svarað gluggann hérna í Teams-forritinu. María Harðardóttir sé svo að stýra umræðum í salnum. Jafnframt gestabók sem gengur salinn fyrir sunnan og áhugasöm geta skrifað tölvupóstfangið sitt við og eru þá á póstlista fyrir Hrafnaþingið. En yfir til ykkar. Takk. Góðan daginn. Já, þetta verður svona bara hefðbundinn fyrirlestur. Við byrjum á smá þunglyndi eins og venjulega. Svo verður kannski smá léttmeti miðbygging fyrirlesturins. Og svo verður kannski bara partí eða erfisdrykkja í lokin. Þá bara hefjumst við handa. Já, gengum það ekkert á mér hérna. Svona. Fuglum að fækka, meðan annars vegna tapa búsvæðum og vegna loftslagsbreytinga. Hér á myndinni hliðar má sjá fækkun helstu fuglahópa í Norður-Ameríku. Fækkun 25–50% frá árið 1970, en fjölgun hjá andfuglum. Búsvæðafuglar að tapast vegna beinna áhrifa mannsins, svo sem uppbygging samgangna, stóriðju, afþrengingu og svo framvegis. En einnig geta tegundir misst búsvæði vegna loftslagsbreytinga, svo sem gróðurframleiðslu, skógleina hækkar eða færist norðar. Þannig að færa hérna spurstöðuna. Vitum það ekki? Svona. Já, einnig geta tegundir dreifst norðar sem eru samkeppnishæfari en það sem fyrir eru. Byrja vel hérna. Svona. Það kom það. Fjallafuglar og norðlægir eru afar viðkvæm fyrir þessu breytingum og talið að 60–80% af búsvæðum þeirra tapist á þessari öld. Það kom spálíkonið. Snjótillingur er tegund sem einkennandi við fjöllin og norðrið. Hann verpir kringum pólinn og varpstofn talið vera 1–2 milljónir para. Ísland er það fástöðum í heiminum þar sem talið vera staðfugl. Við sjáum þarna gult svæði sitt varsvæði, blátt vetrarútbreiðsla, svo grænt það sem staðfugl og sjáum hann aðeins á vesturströnd Norður-Ameríku, staðfugl. Ég átti þessa mynd síðar. Stofnstærð talin að vera 136.000 pör á Íslandi. 83% stofninn verpur á hálendinu. Í Vatnajökulsþjóðgarði eingöngu 10% af stofninum. Hún fækkað 64% á 40 árum í Norður-Ameríku, en frá 1966 til 2006. Hún fækkað í Skandinavíu, hún stöðugur eða vexti Norðaustur-Grænlandi. Hér á landi hefur hún fækkað 30–40% samkvæmt vetrarfuglatalinu. Og þetta glænýtt mat var að koma á ofninum frá henni Aldísi. Það vísbendingar fækkun. En það eru haldlausar ef það eru ekki kannaðar frekar. Það ekki orðið margir þættir banabí en það ekki athuga vísbendingar. Þessi leikar hann hættir svo bara láta hann hverfa. Það til gögn þar sem hægt að kanna þessu vísbendingar en til dæmis taldi Náttúrufræðistofnun á mestöllu miðhálendi landsins í kringum síðustu aldamót.
Sumarið 2020 fór hundtryggja aðstoðarmaður Barnabys upp á miðhálendið og endurtók talningar. Hér ættu verið kynntar niðurstöður á þessu talningum, en áður gerir það að hann kom að kynna fyrir nokkra þætti í lífsháttum snjótittling. Flestar heimildir eru erlendar. Ég reyni að vísa í íslenska heimildir og mína eigin athugun þegar það er hægt. Þetta er sérst svokallað tjaldbíll. Ágætis farartæki. Það kannast margir við þetta, snjótittlingar í fóðri. Líklega allir minni kynslóð og eldri hafa einhvern veginn að fóðra snjótittlinga. Það er líklega einn af fyrstu fuglum sem margir læra að þekkja. En svo það snjóa leysir þannig að fari eins og snjókott sem er dáið í vorgeislaunum. Margir þekkjaði lítið eða ekkert til hans sumarið. Ég man allir eftir honum sumar fyrir flutt á Vestfirði síðustu aldamót. Hann er þó víða vorboði, því hann mætti einna fyrstur á varpstöðvar, til dæmis á Southampton í Hudsonflóa og á Svalbarða. Eins og á Southampton þá var snjótittlingur víða farfugl. Hér sjáum við gróft yfirlit vetrarútbreiðslu snjótittlings frá Grænlandi og Kanada og Svalbarða. Þetta er einföld mynd, en auðvitað er fuglar endurheimtast á öðrum stöðum en þó aðallega í fari. Og auðvitað er hann ekki fara svona beina línur. Þessi vekur athygli að fuglar frá Svalbarða og Austur-Grænlandi eru fara til landsvæði sem er hluti af Síberíu, eða Western Steppe. Þetta eru víðáttumikla grösuarsléttur í Suður-Rússlandi og Úkraínu og eru ógnótt af fræjum á þessu svæði. Vegna landslags og mikla vinda festir ekki mikið snjó þarna fyrr en í janúar og það er 40–50 stiga frost. Snjótittlingar frá Vestur-Grænlandi og Kanada þvælast Norður-Ameríku. Talsvert eru merkt að kanadískum snjótittlingum með radíósendum og hafa verið sett upp sturna með móttökubúnaði víða upp í Kanada. Til nema ferðir þeirra. Kíkjum aðeins á það. Snjótittlingar lifa flökkulífi í vetur. Farin svæði sem er nokkur 100 kílómetrar í flatarmáli sem er meira þekkist frá öðrum spörfuglum. Við sjáum hér á línunni til hliðar að fullorðnir karlfuglar í Norður-Ameríku er að ferðast mest og það er eftir fullorðnir kvenfuglar. Og jafnvel ungir kvenfuglar eru að ferðast meira heldur ungir karlar. Flökkufar þeirra er viðbrögð við veðurfarsbreytingum en til dæmis héldu stærri fuglar og aðallega karlfuglar á svæðum sem veður var slæmt, það er kalt, snjókoma, skýjað, raki, allt sem við forðumst en búum við. Eldri karlfuglar fóru fyrr á vetrarstöðum og koma með þetta fyrr á varpstöðvar. Á Grænlandi voru karlfuglar jafnaði 2–4 vikum fyrr en kvenfuglar, koma í mars, en þá getur verið snjóstormar og alltaf 30 stiga frost. Það má segja að hann beri nafn með rentu harðasti nagli norðursins. Íslenski snjótittlingur er aðallega staðfugl, en þó eru eitthvað með endurheimtur á Bretlandseyjum. Aðallega kvenfuglar. Fartíminn er ekki þekktur. Við byrjum að litmerkja snjótittlinga veturinn 2019 og 2020 og fengið 2 endurheimtur erlendis. Báðir fuglar voru merktir í byrjun apríl á Norðaustur-Grænlandi. Kvenfugl sást í nóvember 2021 en hinn er karlfugl sem sést nokkur sinnum í Skotlandi. Núna síðast 28. febrúar. Væntanlega þessi 2 fuglar eru komnir til landsins í mars 2020 stuttu á þeir voru fangaðir. Þannig að smá vísbendingu fartíma en auðvitað er þetta bara 2 fuglar. Við snúum okkur á sumrunum. Við getum fallið sumamynd. Þetta er sett Kvíslaveitavegur. Stoppað þarna að fylgjast með 2 snjótittlingsköllum á Óðali. Og þá kom kvenfugl og fór á hann í holu. Bara rétt hjá mér. Og það var hreiður með ungum. Það lítur ekki út fyrir að vera mikið. Kíkjum á það svo annar hreiður. Það eru 2 myndir. Önnur myndi til vinstri sýnir holuna og hinn sýnir hvað er inni í henni. Þetta eru stálpaðir ungar. Ég fann þetta hreiður voru eggið í og hann setti myndavél sem nemur hreyfingu. Hún tekur myndi hvers skiptir kemur hreyfing. Þannig gat ég staðfest hvenær væri klakdagsning, en þá sá ég sérst að fullorðnir fuglar fóru að bera í ungana. Kíkjum þá aðeins á varptímann.
Kristinn Haukur og Skarphéðinn Þórisson skráðu nokkur snjótilfellshreiður á Austurlandshálendinu 1980-81 og þeir náðu að staðfesta álag á nokkrum hreiðrum og var frá 25. maí til 20. júní. Það eru þessar appelsínugula súlur. Ég er ekki með dagsetningu hverju hreiðri frá þeim svo ég dreif þeim bara jafnt yfir tímabili til samanburðar við mínar. Á Suðurlandshálendinu 40 árum síðar er þetta með svipuðu sniði. Það er toppuð stutt eftir mánaðamótin maí-júní. Hvað var það eldri heimildir, sem er ekki nú margar. 11. ágúst 1952 fannst hreiður og ungar í hreiðrinu og voru fleiri nokkur dögum seinna. Hugsaðu þetta verið endvarp eða par að koma upp öðrum ungahóp við sumarið. Sumarið 1960 fundu 17 hreiður með byrjun á álaginu 20. maí en það er ekki skráð hvar þau voru og geta því að vera á láglendinu. Með sömu heimild er sagt að hreiður til jökli var með eggjum í byrjun júní og líklega hálendishreiður, en auðvitað getur verið láglendishreiður líka. Vartíminn er því svipaður á síðustu 50 til 70 árum. Allt í kringum mánuði maí og júní. Og fyrir við aðeins í vetrarfæðina, aftur í veturinn. Eitthvað til vetrarfæði snjótilfellsins erlendis en það eru margar hverjar nokkuð gamla, 40 til 100 ára. Fræi er uppistaða snjótillings frá síðsumri og fram á vor, en taka hryggleysingi ef þeim býðst það, sérstaklega síðsumars fram á haust. Fyrir Ísland fann ég eina heimild. Þeir fara í bæinn. Já, við vitum það. Reyndar er önnur heimild frá Íslandi en hún er álíklega ekki við íslenska fugla. Vorið 1967 fengust nokkur áhugamenn fuglaskoðun í það verk að safna fuglum í Surtsey og þessi áhugamenn fuglaskoðun nældi nokkra snjótiðinga. Út frá greiningu á fuglunum, steinefni í fóarni, sumum fræjum, þá voru þetta líklega grænlenskir fuglar á leið frá meginlandinu til Grænlands. Þannig að þetta voru ekki íslenskir fuglar. Þannig við vitum ekkert vetrarfæði íslenska fugla fyrir utan sólblómafræðum. Fæða unga, það er aðeins meira að vita það, sérstaklega erlendis. Mun meira að vita sumar fæðinu þá aðalega sem fullarnir að bera í ófluga unga. Fæðan er misjöfnandi svæðum, stærð unga skiptir máli og hvenær sumar þeir eru að bera. Kóngulær finnast til dæmis í mögum á Austur-Grænlandi en þeir skipta litlu máli á ungum á Svalbarða. Tvívængir eru mikilvægir í fæðu unga á Svalbarða og þá aðalega rykmý. Tegundir af húsfluguætt er einnig mikilvægir og þá frekar fyrir stærri unga. Þetta stærri biti. Mikilflugutegundin Scathophaga furcata, ég vona ég sagt þetta rétt, finnst einnig í nokkur mæli í fæðu unga á Svalbarða en hún er fundist í flestu búsvæði snjótillings á hálendi Íslands. Firðalirur voru algengir mögum unga á Harðangasheiði í Noregi. Hér sjáum við snjótillingskall í Þjórsársstíflu. Við vitum vel ekkert fæðuval snjótills á Íslandi, en ég fekk Matthías Albertsson hjá Náttúrufræðistofnun til að kíkja á þessa mynd og miðað við árstímann á stað þá er þetta hugsanlega hrossauglulirfur. En auðvitað þurfum við sýni til að staðfesta það. Hreiðrið var þarna rétt hjá honum. Kvenfuglar bera ofta fæðu unga en karlfuglar bera oft stærri fæðu. Setti myndarvetar hreiður sem er á myndinni, keyrði síðan í burtu og sótti svo vélina eftir hálftíma. Það leið hálfmínúta frá því keyrði í burtu þangað til kvenfuglar komið æti í ungana. Eins og sérstakar afnir hafa kvenfuglar bera oftar bæði árið 1951 og 2022 til að nákvæmlega eins. Árið 1951 komst ég ekki þjá svör sem vitið til en Skott og Fissi sá athuguna. Í þessu tveimur athugunum var það kvenfuglar sem bara oftar í ungana en líklega skipti tími dags, aldur unga, stærð fæðu, hvernig verkaskiptingu er háttað. Þá ætla ég að fá mér smá hvíld.
Það spila þetta aftur hérna og aðeins að tala um þetta. Við sáu þegar unginn kúkaði þarna og ég er alltaf að reyna að tékka hvað eru margir sem fá að éta þarna. Ég held þessi 3 eða 4. Svo er hann að kúka þarna. Þegar það væri flott ef þið væri svona í okkur, þá getið bara sett þetta endurvinnslutunnuna. En á þessum hálftíma fór kallið tvisa með saurpokann og kettlingin einu sinni. Þá fyrir við aðferðafræðinu sem eru bara mjög stutt hérna. Það var semst Kristni Haukur taldi í stíplum 96 og 2002 og ég talið í stíplum frá 2020 til 2024. Þetta eru stíplur aðalega á vatnasviði Þjórsá. Ég ætla bara að tala um þær. Þetta eru lágreistar stíplur margar hverjar. Það sjá hér, Snóðanafitt við Þórsvatn. Sem myndi kalla það eitthvað svona varnargarðar eða grjótgarðar. Köllum þetta bara stíplur. Og svo er þess að hefna háreistar og langar eins og sultartakartífla sem er 6,1 km. Hér er þessi Snóðanafitt. Þarna voru sérst, það hafði ekki verið nein óðöl síðustu 2 ára en það voru 2 óðöl 2020 og Fannrheiður 2022. Þetta er þúfuvegarstífla. Þið sjáu hérna snjó aðeins í henni. Þannig baksýn. Svo lekur vatn undan eða gegnum stífluna og myndar þessar læki og tjarnir sem er gríðarlega mikilvægt fyrir fuglana. Góð fæðisvæði. Bara þessi svæði eru 4 snjótilsóður. Það sé stend og svona 0 til 2 í stíflunni sjálfri. Við náðum að staðfesta 6 varptegundir þarna, líklega 2 í viðbót, þessu litla svæði. Og Náttúrustofnun hefur talið á miðhálendi landsins síðan 1999 ef maður rétt til 2004, en ég nota sniðið sem frá 2001 til 2002. Og við töldum 2021 til 2024. Þetta er kannski ekki beint varpbúsvæði snjótilings, en þetta er gott fæðisvæði. Og auðvitað teljum við alla fugla. Mér fannst það ágætis hugmynd að kíkja á kort og hérna gögn, að labba hérna, að ganga hérna við Varmadal, við Lakagíga, en ég betur ekki gert það. Það var ansi erfitt að labba hérna í gegn. En það voru snjótilingar. Ég sjáum við, þetta ekki bara vel, jú. Við sjáum við hérna sniðin hjá Náttúrufræðistofnun sem er á miðhálendinu og kannski næsta nágrenni. Og svo er einhver snið að láglendi, þetta er frá 1999 til 2004. Þetta er 1000 snið hjá þeim. Gríðarlega mikið að gogni hjá þeim. Svo koma sniðið mín sem er bara dropi í hafi. Sjást ekki rauðu blettinir, það er rétt sjást. Það er Lakagíga, Kvíslaveitur og Kjöl. Sömu sniðið hef ég endurtekið nokkru sinnum. Svo komum okkur bara í niðurstöðunar. Þetta eru svo stíflur á vatnasviði Þjórsá. Það er neðsta stíflan eða kannski suðvesta stíflan er Sultartangi og svo er hæsta stíflan er Þjórsástífla. Flesta stíflarnir eru við Kvíslaveitur. Það er 2% fækkun ári frá 1996. Og taki eftir að 2002 fekk hann lágt. Hann taldi sig 96, Kristningur taldi tvisar öllu stíflunum sem hann skoði. En 2002 taldi hann í sömu stíflunum einu sinni. Það getur verið þá eitthvað vanmat þarna 2002. Svo hef ég talið allavega tvisar jafnvel oftar ári í sömu stíflum. Þannig hugsaðlega kannski ómátt jafnvel síðar ár. Þetta þurfum við að skoða betur þegar við verum að skrifa grein. Þá leiðir þetta stöðul. Það er greinlega fækkun. Kíkjum núna á sniðin. Þetta er líka Kvíslaveitur. Þetta eru sniðið náttúrulega búsvæðum. Það er 5% fækkun ári frá 2002. Á Kili er 6% fækkun. Á Lakagíga var ekki marktæk fækkun en ég sá þriðjungi færri snjótilinga árið eða sumarið 2024. Og taki eftir að 2024 þetta var lágt, það var líka í stíflunum.
En það er örugglega ekki búið að tjekka, en örugglega ekki marktækur mun á milli ára samt. Það er marktæk fækkun snjótils á 20 ára tímabili, bæði í náttúrulegum búsvæðum og í stíflum, og það er 4% fækkun síðustu 10 ára samkvæmt vetrarfuglatalningu. Þannig að þessar vísbendingar eru líklega bara réttar. Það er fækkun hjá snjótilviki. En hvað veldur? Og það er hægt að skoða hvað erlendir sérfræðingar segja, en mesta fækkun var sér stað í Norður-Ameríku. Og við ætlum að kíkja á nokkra þætti. Varnir getur meindýr í ökrum. Það getur tíðan verið notað mikið af eitur og akra, bæði fyrir skordýr og aðrar óværir. Snjótillingur nærist aðalega á fræi með vetur og er það eitur fræpilur nokkuð freistandi. Snjótillingar voru fangar í kornakri í mars 2018 í Kanada. Þeir testa fyrir eitri í lifur og blóði, en ekkert fannst. Þetta var auðvitað lítið sýni og gefa okkur samt þá von að ekki sé vera eitrað fyrir honum. Tap á búsvæðum. Trjálín að færast ofar og til þess að vestu spár með hálendi Skandinavíu er mólitum minnka alltaf 85% á þessari öld. En vonandi er þetta ofmat til þess að geta beit hjartardýra eitthvað haldið aftur þessu áhrifum. Það er ólíklegt að hækkandi trjálín hafi haft áhrif á fækkun snjótillinga erlendis, en ef búsvæðin hverfa þá eiga þessi stofnar ekki möguleika að koma tilbaka. Þetta er mjög áhært. Sjúkdómsvaldandi örverur er sníkjudýr. Það er náttúrulega engar rannsóknir í þessa veru. Snjótilling hefur einna mest verið rannsakað í Kanada og er ansi fullkomin rannsóknarstöð í Rimouski í Quebec. Þar hafa haft snjótillinga haldi utandyra alveg aðskildar frá öðrum tegundum. Haust 2015 og veturinn 2015-16 braust út sýking af snjótillingi af völdum poxvírus. Það er til marga ættkvísla poxvírus og þekktasta dæmi er bólusótt hjá fólki. Það fuglurinn til síðar ættkvísl. Afið poxvírus. Og ég veit ekki hvað þessu til ömmið poxvírus. Svo það sé alveg komið frá hér. Þannig að sjáu þið lappirnar á snjótillingi eftir þennan afið poxvírus. Líklega sýkti snjótillinga sumari en umhverfisaðstæður aðeins öðruvísi við rannsókn en á arktísku svæðum. Bæði er sumari heitt og nóg af blóðþyrstum liðfællum, til dæmis moskító, sem geta hafa borið vírusinn. Flesti fuglar sem báru einkenni dóu. Þeir reyndu ýmis lyf en hafa dugði ekkert. Afrán. Tóa tekur eitthvað af hreiðrum á Svalbarða og í Kanada, en áhrif þess eru lítil. Kettir og smyrla taka eitthvað af snjótillingi yfir vetur, en mælingar vantar til að skoða hér hvort að marktæk áhrif hafi á stofnum. Smyrill tekur snjótillingum sumar í norður Svíþjóð og gæti verið mikið af fæði fyrir smyrlinn. Annars á snjótillingur fáu afræningja yfir vartímann. Slæmt veður. Snjótillingar lágu eins og hráviðri út allt, jafnvel rjúpusástiki, er haft í Stefáni Philipssyni frostaveturinn 1880-81. Frostaveturinn 1918 hafði ára á Æðarstafninu árinu eftir og minnkað þriðjung Breiðafirði. Hugsanlega hefur þessi vetur haft einhver áhrif á snjótillinga í Íslandi, en ég hef ekki fundið neitt um það. Talsvert dregst af snjótillinga í Southampton-eyju í Hudsonflóa 1932. Vegna snjóstorms í lok maí og svo storms í byrjun júní. Þetta eru stakir atburðir og geta haft áhrif á tímabundið á stofnana, en það er ólíklegt að hafi áhrif á langtímasveiflur. Fyrir utan þetta landa langt síðan þetta gerðist. En eins og ég myndist á áðan, var 2024 dálítið lágt í talningum, þannig hugsanlega hefur hret fyrir norðan haft einhver áhrif. En við munum aldrei vita það. Kanadíski vísindamenn hafa komist að því að fræðilega séð að snjótillingar á erfiðleika að stjórna sér líkamshita þegar lofthiti fyrir 11,7 gráður eða meira. Nú er ég að tala um gott veður. Stærri fuglar og aðalkarlar er þó erfiðara með að stjórna líkamshita sínum. Tæki sem þeir hafa er að draga úr athöfnum sínum sem getur komið niður á fæðumöflun unga. Talsverðar rannsóknir hafa gerð á varpfuglu við East Bay og við Alert. East Bay eyja er á sömu breiddargráðu Ísland. Alert er 82 gráðu.
Kíkjum aðeins á það. Þetta eru 2 svæði og ekki vera hrædd, ég reyni að útskýra þessa mynd. Á X-ásnum dagarnir frá 3. júlí til 13. júlí. Þetta aðal unga tími hjá snjóþekkingi. Hver dagur frá klukkan 1 nótt til 10 kvöld. Það þessi mælingatíminn. Hver súla skiptir í 2 hluta. Sá vinstri mældur lofthiti, en sá hægri mældur hitinn í þrívíddarbrenndur snjótilskalli. Þegar súlan rauð, þá hitinn yfir 11,7 gráður. Ef við skoðum efri myndina, þá sést 12. og 13. júlí, þá allir dagar sem fer yfir 11,7. Og náðast allir dagarnir líka 5. og 7. júlí. Þá fer náðast allir dagarnir líka yfir 11,7. En á neðri myndinni allir dagar eitthvað með aðeins yfir 11,7 gráður, en aldrei heilan dag. Þannig samkvæmt efri myndinni það verri staður. Þetta fræðilega rétt hjá þeim. En það alert, það þessi niðri staðurinn. Það miðnætursól við alert, en myrkur cirka 3 tíma á dag á ísdegi. Það lítur út fyrir að snjótilvik geta átt í meira erfiðleikum fyrir eftir því sem norðar dregur, vegna þess að sólan nýtur lengur og því hættari við ofhitna. Við gefum það niður á unga upphitun. En það vantar beina athuganir, það mæla líkamshita einstaklinga og fylgjast með þeim við unga upphitun mismunandi aðstæður. En auðvitað náttúrulega kanadíski vísindamenn farnir að tékka á þessu. Já. Rebecca Djardin, meistaralemi við Windsor háskóla, kannaði líkamshita snjótilvika og fæðuöflun fyrir unga á Ísbeigi árin 2022 og 2023. Kritisk mörk líkamshita snjótilvik 45–47 gráður og líklega fleiri fugla. Líkamshiti snjótilviks í rannsóknum var 38,9 til 43,9. Hann fór þetta aldrei að þessum mörkum. En kvenfuglar voru nærri þeim. Þetta eru kallarnir. Kvenfuglar sáu aðallega fæðuöflun yfir heitasta tímann en skýra af hverju kvenfuglar var nærri mörkunum en kallarnir. Kallarnir voru duglegir á morgnana og kvöldin og því lítið munur við daginn hvort kyni bæri oftar í ungana. Það er náttúrulega auðvitað með mína rannsóknum sem var í hálftíma. Það var stutt í fæðisvæði sem ókostverið að rannsókn en gott fyrir snjótilvikinn. Væntanlega muni framlögin færa sig á alert með þessa rannsókn og kannski þegar byrjaðir. Hér á Íslandi vitum við ekkert hvernig fæðuöflun snjótilviks gengur, hvort lofthiti sé farin áhrif, en því var við athugun á hálendinu, þá fóru nokkrir dagar yfir 20 gráður. En það snjóaði líka. Hérna gleymdi ég að setja þessa glæri niður. Ég var búinn að lesa það ekki. Það alveg vera búið. Það sett fækkun á Suðurhálendinu og ástæður eru óþekktar. Rannsóknir erlendis sýna mögulega loftslagsbreytinga ástæða fækkunar, en það ekki búið að negla það. Væntanlega geta nokkrir samverkandi þættir. Það væri gott að sjá hvernig snjótilvikinn gengi á öðrum hlutum hálendisins. Ef öll hálendissniðin var endurtekin á 2–3 árum og kannski einnig að sjá hvort að breytingar sé mismunandi eftir búsvæðum. Kannski eru hraunabúsvæði betri en önnur. Það líklegt að snjótilvik farnist betur þar sem góð fæðisvæði stutt frá varpbúsvæðum, til dæmis votlendi nærri góðum urðum og klettum. Það að sjá má í stíflunum. Ef lofthiti farin að hafa áhrif, þá ræðir snjótilvik betur við aðstöðu þess að stutt í góð fæðisvæði. Það ásögn í hálendið og það mætti hafa þetta í huga. Þegar næsta hóteli eða baðlóni plantað niður eða klettar og urðir teknar í malarvinnslu. Aðeins lokin. Og loftslagsbreytingar getur hluti af vandamáli snjótillings. Þá lausnin ekki að eyðileggja búsvæði plantna og dýra. Orkurannsóknasjóði Landsvirkjunar þakka fyrir þeirra styrk. Kristinn hefur þetta þakka sérstaklega fyrir. Gott að leita til hans og hann var tengill okkar við Náttúrufræðistofnun. Svo getur maður leitað þarna hvort þau finnur nafnið sitt.
Þessi mynd af snjótillingssteini eða óðalsteini með mikið af fléttum eins og þau eru oft og bara takk fyrir. Takk fyrir. Við gerum ekki sömu mistökin aftur og tökum af mjúti. Eru einhverjar spurningar? Gefið mér endilega merki fyrir salnum og ég ætla að koma þá með hljóðnema til ykkar. Heyrist eitthvað í hljóðnema? Já. Við höfum smá tíma í umræður, endilega. Það var ekki alveg langt með það. Ég með þarna svona stóra spurningar gagnvart þriðju vaktinni hjá þessum kvenfuglum, sko. Ég vil meina að þetta sé kannski ekki alveg sanngjarnt. Þessi bera oftar. Já. En það var samkvæmt rannsóknir þarna í Ísbey, þá voru þau bara að bera jafnt. Kallarnir voru Ok. duglegir á morgnana og kvöldin, en þær voru duglegir á miðjan daginn þegar það var að heitast. Var þá leikurinn í gangi í sjónvarpinu, sem sagt? Ég skal ekki segja það. Það er Og spurning. Já, úr sal. Má klára? Mér langaði að vita hvert kúkapókarnir færu. Ég fara eitthvað í burtu, eitthvað nógu langt í burtu allavega. Ég veit ekki hvað sé langt. Það er spurning úr sal, Ingibjörg. Já, ég heiti Ingibjörg og kæra þakki fyrir mjög áhugavert erindi. Það sem ég er að velta fyrir mér, af því að þú minntist á byggingar og búsvæði og setja niður hótel og fleira, er snjótillingur viðkvæmur fyrir, nú er aukning á ferðamönnum hálendið. Hefur það einhver áhrif, heldurðu, á búsvæði snjótillings eða bara afkoma hans? Nei, ég held ekki. Hann þolir alveg að vera nálægt fólki þannig séð. Það sem er aðalega að hugsa að horfa við eitthvað klett og eitthvað urðir sem væri fínt að bara nýta í veg eða eitthvað annað. Svo er kannski bara votleti rétt hjá. Það er kannski ekta svæði fyrir snjótillingu og aðra fugla. Kannski aðeins að hugsa þér svona stærra samhengi hvað er verið að gera. Það er ekki bara alveg dautt þarna upp á hálendinu, Og stíflurnar, þegar maður sér á stíflunum, það sem er lekur í gegnum þar eru búsvæðin. Eins og Snoðnafitt þarna, þar sem eru við Þórisvatn. Það hefur náttúrulega verið mjög lítið vatni í Þórisvatni síðustu 2 ár og þá er miklu lengra í vatnið að komast í gegnum garðinn. Ná að leka í gegnum garðinn. Og þá virðist bara að hafa áhrif á snjótillingin. En við Kvíslavíti eru miklu stöðar af vatn, það er ekki svona þessa miklu sveiflur. Ég var bara að spá að því þú sagðist hafa skráð alla tegundir sem þú sást þarna og hvaða aðra tegundir eru í miklum þéttleika svona upp á hálendi, aðra en snjótillingurinn? Það eru svona blettir þarna upp á hálendinu. Það er komað þessi gróðu vinjar sem eru þá svona rakar, blautar og þá fáist stundum bara mjög þétt af lóðþræl og óðisana. Og ég hef aldrei séð svona þétt á sumstaðar. En það var líka einmitt í ár þá að minna þeim heldur árun undan. Þannig að það er líka, við tala þúfuver til dæmis, það er dálítið á fugluð þar. Og svo er þetta heiðagæs í þessum gróðu vinjum. Og við höfum talið heiðlóður og lóðþræl og við höfum ekki farið gegnum gögnin, en ég hugsaði frá síðust aldrum og þá sé bara svipaði fjöldi. Hugsaði kannski aðeins meira. Það með að snjótillingin fer niður. Er ekki fleiri sem að vilja vera upp spurningu eða er eitthvað á netinu, Heiðrún? Það eru engar spurningar á netinu. Þetta er síðasta tækifæri, það er ekki Það þarna þykir var mjög að laust. detta inn. Þættinum hefur borist bréf. Það er frá Jóni Einari Jónssoni. Hvar halda snjótillingar sig á snjóléttum vetrum? Það er að segja þegar við sjáum þá ekki í byggð. Þetta er góð spurning sem maður segir að maður veit ekki svarið. Það var eitt sem spurði mig að þessu í vetur. Þannig að það verið að gefa snjótillingi og það var 1000 snjótillingar í matjónum
svo létti, svo fór snjórinn og þá bara hurfir. Og hann spurði mig, ég sagði að þeir fara bara upp til fjalla, eða kannski norður. Og kíkti inn á veðgerðin og kíkti á alla veðmyndavélar út allt land. Það var engin snjór á svæðinu. Það var smá snjór fyrir vestan, smá snjór fyrir austan. Þannig að þeir voru ekki að elta snjó norður allavega, og ekki austur. En það var þetta sem við þurfum að kanna, hvar eru þeir yfir veturinn? Hvar eru fæðisvæðin? Hvar eru þessar grösugu sléttur eins og hérna í Western Steppes? Spurning úr sal. Já, Björn Helgason heiti ég. Ég ætla að spyrja hérna, má sá þessar myndir hérna, oft var þetta voðalega svona, bara grín. Ekkert, að þarna fræði vana, ekkert að koma gróður í kringum hreiðrið? Nei, það er engin gróður í kringum hreiðrið. En það er náttúrulega stutt í votlendi, eða það sem er eitthvað rekja, þar getur við búist við að snjóþekja sé. Það er kannski 50 metrar eða 300 metrar í næsta stað sem er góð fæða. Það er ekki mikið. Og hann er alltaf aðalega í skordýrum, kóngulóm kannski, sem er að bera í ungana. Sáum þetta myndin voru lirfur, fyrirðarlirfur. Og maður sá þarna, ítt á vídeo á mér, eða myndirnar frá Þórisársstíflu. Og hann bera litlar flugur til að byrja með, svo stækka eftir sem ungarnir stækkuðu. Þannig að það þarf að vera góð fæðisvæði, það þarf að vera gróður einhvers staðar nálægt. Já, takk fyrir reyndi, Anna heiti ég. Þegar þú segir, við vitum ekki svo mikið snjótillinga á Íslandi, en svo segiru Kanadamenn eru náttúrulega auðvitað fyrir að rannsaka þetta. Ertu þá að vísa í fjármögnun? Nei, ekkert endilega, Við erum náttúrulega bara fá á Íslandi, við erum náttúrulega, þeir sem eru í þessum business að kanna fuglalíf, við erum bara fáir, við erum með önnum kafin. En erum við ekki fá af því að það er ekkert peninga til þess að... Ég veit það ekki, ég ætla ekki að segja það, en ég held að bara, við höfum ekkert verið að pæla mikið í honum. Þetta er svona fugli sem við sjáum alla veturinn og svo er hann bara horfinn og það er bara allt í lagi. Við erum ekkert að pæla hvað hann er og hvernig hann gengur. En það hafa verið vísbendingar hann hafa fækkandi á láglendi. En það hafa verið að skrifa það hér og þar. Og það er líklega bara rétt hjá þeim. Menn og konur. Þannig að ég ákvað þarna 2020 að kíkja upp á hálendi. Aðalega til að forðast fólk náttúrulega. Það er svo mikið af túristum og mikið af fólki hérna á láglendinu. Þannig að maður þarf ekki að spyrja neðan landið þegar maður kemur með upp á hálendið. Og svo er þetta bara mjög áhugavert, vita hvað er að gerast með hann. Fugl sem allir þekkja en við vitum ekki neitt. Sérstaklega áhugavert að vita vetrarfræðina, hvað hann er í veturinn. Þar held ég ættum að fá hérna einmitt gróðursérfræðinga og svo spurning bara veðurstofunar, hvað er snjósöfnun og hvað er standa stráin upp úr og svo framvegis. Það er ekki neitt í salnum núna en eru spurningar á netinu? Nei, það eru engar spurningar á netinu. Og erum við orðin uppurinn? Já, ég heldur bara, mér sýnist það. Þannig að ég er bara að varpa boltanum til þín. Takk fyrir og eins og ég sagði áðan þannig að þegar ég var með mjútið þá var þetta síðasta hrafnaþingið okkar núna í vetur. En ég vil þakka öllum sem tóku þátt, bæði fyrirlesurum og áhorfendum, bæði í sal og á vefnum og jafnvel á YouTube-brásin okkar eftir erindin. Og ég ætla bara að segja gleðilegt sumar og sjáumst á hrafnaþingi aftur í haust og þangað til næst. Bless. Bless. Ja.